Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að vinda okkur yfir í allt aðra sálma því að Hótel Akureyri opnar innan tíðar kálver. Ég viss að það margir sem sitja í stofu sem spyrja sig hvað felst í svona kálver og til þess að svara því og segja okkur frá því eru komin eigendur kálversins Bergrós og Daniel, verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Við verðum bara að byrja á byrjunni. Hvað felst í kálveri? Það er ekki stóriðja eða hvað? Nei, og þetta nafn kálver er svona kannski svolítið orðagrín, sko. Já. Þetta er ekkert svona líkingu við eitthvað, svona eins og nafnið segir til um. Nei. En þetta er svona bara, já, sem sagt, ef við byrjum bara á byrjunni, þá erum við sem sagt með húsnæði sem að var áður starfsemi hótelsins að þvo þvottinn. Já. Og við ákveðum að úthýsa þeirri starfsemi og það eru allt í einu til 120 fermetrar sem að við vorum að klóra okkur í hausnum og hvað við ættum að gera við. Já. Og við erum svona búin að ferðast allan heim og skoða ferðaþjónustu og hótel og við höfum svona rekist á nokkur svona verkefni þar sem er verið að rækta eitthvað sambærilegt á þetta og svona í samstarfi við hótel og gera reksturinn sjálfbærari. Þannig að það kom þessi hugmynd upp að opna kálver eða borgargarð eins og við kannski íslenskum þetta og lýsum þessu betur. Borgarbíli eða borgargarður. Og þar sem við ætlum að rækta sprettur, kryddjurtir, ætblóm og við ætlum meira að segja að vera svo djörf og vera með sveppi. Já, það munar ekki það. Já. Og þannig að þið eru þá að rækta fyrir hótelgestina og svo bara kannski nær umhverfi, nágranna og svona sem að vantar kryddjurtir í pottrétt kvöldsins. Já, einmitt. Þannig að kannski nafnið kálver þetta er þessi bara kál, en það er eins og það heyrir margt fleira, sko. Já. Þannig að við ætlum svona að gera út á smæðina og vera kannski að leggja áherslu á afurðir sem að fást ekki endilega út í búð. Nei. Þannig að reyna að uppskera eitthvað spennandi, svona og bara hinum að þessum ýmsum áttum. Já. En allt þetta náttúrulega gert til að bæði þjónusta gestina okkar betur á hótelinu. Það er alltaf svona aukast meðvitund fólks græna nálgun fyrirtækja. Já. Sem er náttúrulega sérstaklega viðeigandi fyrir ferðaþjónustu og hvað þá ferðaþjónustu á norðurhveli jarðar. Og hugmyndin er líka með þessum aðferðafræðin að við erum að nota vatn sem að við dælum í hringrás, þannig að það er engu spillt, það er engin aukaefni, ekkert skordýrætur, ekkert slíkt, bara hreint íslenskt vatn og endurnýtanleg orka. Og við Íslendingar, við getum kannski fallið svona það sem er næst okkur sjáum við ekki, okkur finnst ylrækt einhvern veginn sjálfsagðasti hlutur í heimi. Einmitt. Oft, sko. Svo koma ferðamenn og bara ekki til aukatekið orð yfir svona hvað Íslendingar hafa verið að gera í gróðurhúsum bara síðustu 50 árin eða svo. Já. Og svo er svona náttúrulega ákveðin þróun núna þetta er að færast innandyra og það er verið að nota LED-ljós og svona nýjustu tækni. Þannig að það er líka spennandi vinkill á þessu og ungt fólk er í auknum mæli núna að sýna landbúnaði ef má kalla aukinn áhuga undir þessum formerkjum sem borgarbíli og það er gríðarlega skemmtileg þróun allan heim. Einmitt, og hlýtur að auka þessu bara á sjálfbærni fyrirtækisins. Algjörlega, sjálfbærni er eitthvað sem við erum að hugsa og líka bara svolítið sjálfvirkni þarna inni. Þú veist, þetta verður svona vatnsræktarkerfi á þessu laufmeti. Þannig að það sér að vökva sér sjálft og þetta er svona hringrás. Já, þið þurfum ekki að vera með starfsmann í fullri vinnu sem situr. Jú, líka, þetta bæði skapar störf, en líka er það svo skemmtilegt að vera uppi núna á þessum tímum, þessum skemmtilegu tímum, að við erum til dæmis að nota kerfi sem er frá Jerúsalem, það eru frumkvöðlar í Ísrael sem eru að búa til gríðarlega flott kerfi sem við svo á Íslandi hinum megin á plánetinu getum notað. Já. Og þannig að við erum með hugvit hérna þaðan og svo erum við með ráðgjafa frá staðsettir í Ameríku og þetta allt er að nýtast okkur hérna á Akureyri í litla bænum okkar sem er að svo vonandi verður bæjarbúum til góðs og líka gestunum okkar. Akkúrat. Og þið eru náttúrulega bara í óða önn að undirbúa þetta og greinilega í mjög mörg horn að líta en þið ætlaði að reyna að opna bara núna í sumar eða á næstu vikum eða hvað? Já. Við opnum á næstu vikum. Það er ekki komin endaleg dagsetning. Nei. En við erum bara, vinnum hörðum og höndum með þessu hverjum degi. Já. Og bara gengur rosa vel og skemmtilegt verkefni. Þurft að breyta miklu eins og inn í
sko húsinu sjálfu til þess að undirbúa þetta? Nei, nefnilega ekki. Þetta ef mér skjátlast ekki, þetta kassagerðin hjá KEA frá því í gamla daga, þannig að þetta bara svona geimur. Já. Og þetta hlutverk, húsið búið að sinna ýmis konar hlutverkum daginn stakkandi nefnu maður sem sagði mér hann hefði smíðað leikföng í þessu húsi í gamla daga. Já. Þannig að ég bara kastaði hér með út í kosmósið ef eitthvað getur frætt okkur sögu hússins, það mjög áhugavert. Já. En húsið bara frábærlega til þess fallið að sinna þessu hlutverki, þannig að það eru engar stórkostlegar framkvæmdir sem slíkar, en við erum auðvitað svona að klappa og útlitslega að snyrta húsið. Já, svona snurfusa aðeins. Já. Og en nei, þetta er bara svona partur af því líka þegar við erum að endurhugsa gömul hús sem að jafnvel þarna geta gefið meira heldur en bara svona vansinnt, sko. Já, einmitt. Og þannig, og svo náttúrulega fá, eins og segir, bæði gestirnir fá að njóta uppskerunar og fá jafnvel að gæjast eitthvað inn og sjá hvernig þetta er gert líka, eða? Já, sko, við erum að opna veitingastað samhliða þessu, þar sem við munum framreiða þessar afurðir. Þar verður hægt að koma og smakka og bragða þessu öllu saman. Já. En einnig verður hægt að koma inn í gróðurhúsið og það verður hægt að fá fræðslu og við ætlum að halda stutt námskeið og ýmislegt að fræða samfélagið okkar og gestin okkar. Þannig að þetta verður svona í bland þar og já, það er svona... Já, þannig í leiðin erum við svolítið að skapa ákveðna upplifun, þannig bæði með því að bjóða fólki að koma inn og fræðast, en líka þá bara verður þetta nýta rými til að halda fundi og bara alls konar, mjög fjölbreytt starfsemi sem að við erum með svona í brjónunum. Bráðsniður, þetta tikkar í mjög mörg borg, bæði afurðir og afþreying í sjálfsér. Það er magnað. Og svona fyrir samfélagið verður hægt að vera í svona áskrift að fá afurðir vikulega og svo líka verður hægt að droppa við hjá okkur og kaupa eða vantar basiliku eða þú veist eitthvað svoleiðis. Í súpuna sem ég er að gera. Já. Og þú færst ekki ferskar en það er bara ennþá lifandi. Nei, frábært. Það er mjög gott að vita af þessum möguleika í sumar. Þegar maður verður loksins fann að geta boðið fólki í mat almennilega og haft gaman eftir. Nákvæmlega. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi og ég býst við þið náttúrulega auglýsið þegar það kemur opnunina og allt þetta, en bara gangi ykkur ótrúlega vel með undirbúninginu. Ég hlakka mikið til að fylgjast með ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá okkur.